Góðan daginn, velkomin á dag 2 á fjármálanámskeiðinu úr skuldum í jafnvægi. Í dag er ekki lausnatími, í dag er ég að fara að kenna ykkur leiðina til velgengni svona í vonum að þú getur skoða þína hegðun, þína stöðu, þína líðan inn í því. Þannig að dagurinn verður svona útskýringatími á sem sagt þroskagöngu í gegnum þroskagöngu að læra á fjármál. Þannig að þetta eru fræðin sem pabbi samdi í gegnum sitt allt saman og við höfum stuðst við í gegnum alla, og við stuðumst enn við í gegnum alla okkar vinnu. Og ég ætla þá að sýna ykkur það og minnka mig, ef við geta, svona. Og förum hér að sýna ykkur leiðina til velgengni. Þannig að dagurinn í dag er að fara og skoða leiðina til velgengni og þessi fyrstu 4 þrep sem þeir eru standandi og hoppandi á kallarnir. Við munum aðeins tala jafnvægi en annars verður alveg dagur 4 í jafnvægið ítarlega. En við munum fara þangað í dag að þegar námskeið heitir Úr skuldum í jafnvægi. Leiðin til velgengni, ég ætla að útskýra hana aðeins gróflega áður en ég fer að útskýra hvert þrep fyrir sig. Ég mun að útskýra ánauð, óreiðu, skuldur og jafnvægi ítarlega í dag og þú reynir að staðsetja þig eftir því sem ég segi og skoðar þig og þína hegðun og líðan í fjármálum tengt því sem ég segi. Og en leiðin til velgengni, þetta er það sem var í síðustu viku, þessi glæra og leiðin til velgengni er 7 þrepa þroskastigi og við getum öll tekið út þroska. Það er bara manninum eðlilegt að halda áfram að læra nýtt og þroskast og leiðin til velgengni þá höfum við stúderað hvernig þroskust við gegnum fjármál og hvernig festust við og erum að festast í hugsun og hegðun og líðan og þannig og við svaraði já. Og okkur vantar alls konar sem ég búin að koma inn á síðustu kennslu og þannig líka og svo festust við líka bara í ótta og þannig. Þannig að þetta eru 7 þrep og við getum öll farið alla leið upp alveg óháð menntun og þannig og það er mjög mikilvægt að ræða það því að þegar reynslan okkar er erfið í fjármálum þá erum við kannski bara svolítið búin að missa trú á að við getum meira út af því lífið búið að kenna okkur að þessi fríking er erfið og vont og bara þetta er ekki hægt að búa í þessu landi og allt það sem að skapast þegar erfiðleikar eru sérstaklega búin að vera langan tíma. Á hverju þrepi eru plús og mínuspólar. Mínuspólinn er það sem að svona heldur okkur föstum. Það er svona einkenni þess sem heldur okkur föstum á hverju þrepi. Við munum skoða þá sérstaklega svona þegar líður á námskeiðið. Plúspóllinn er það sem þarf að gera til að losna upp á þrepinu og fara upp á næsta. Þið munum alveg skilja þetta þegar við munum farin inn í fræðin. Og mjög mikilvægt að heyra að það er hægt að festast á hverju þrepi fyrir sig. Pabbi minn var í 22 ár á þrepi sem heitir óreiða, næst neðsta þrepinu. En ég var ekkert ofsalega lengi þar, ég var í nokkur ár í óreiðu, allt öðruvísi en pappa óreiða. Og mákona mín, hún svona rétt steig í óreiðu og bara nei, ég ætla ekki að skulda nefn neitt og fyrir upp úr því. Þannig að sumir geta verið þar út alla ævina. Þannig að það er hægt að festast á þessum þrepum og þá maður vill að gera það sama aftur og aftur til að reyna að laga eða komin í ákveð svona forðunar ástand. En svona kannski algengast er að festast í skuldum á skuldaþrepinu. En þessi 3 þrep eru mjög stór og óreiða skuldir í jafnvægi. Eða þú veist, að meina stór þá eru margir sem eru þar yfir langan tíma. Má ég nú sjá, ætla ég að segja eitthvað meira en það? Ég held ég ætla bara svona rétt að kynna leiðin til velgengni. Ég bara gáð það ekkert með sem ég ætla að segja því að næstu fyrirlestur er ánauð fyrsta þrepið. Og ég bara minni ykkur á að ég er í dag bara að búa til vanda. Ég er að lýsa einkennum hvað er manneskjan að fást við í þrepinu sem veldur því að hún stoppar þar og hægt er að
festast á hverju þrepi fyrir sig og festast þar langan tíma. En það er líka hægt að stoppa stutt og það er hægt að losa öll þeirra til að komast lengra. Allavega nóg í bili og byrjum á fyrsta þrepinu sem heitir ánauð, það verður næsta vídeó. Sjáumst þar.